Boom, shagala boom, velkomin í hjammi.net og fótbolta.net. Því líkir höfðingjar, mættir. Maður vaknar alltaf fyrir þig. Já, þú varst nú tæpur núna, þú varst nú aðeins í síðari lagi núna. Þú var eitthvað Nei, ég var að fá þér í gær. Nei, ekkert í ger. Nú það ekki? Nei. Það er stór helgi framöndan, ég hafði ekki tíma til að fá mér í ger. Fórst í ræktina? Nei, ég fór ekki í ræktina, ég lög því. Þú lögst þig anskotin. lögst því. En hérna, Jörgur ekki ég var heima að þrífa. Heima að þrífa? Já, og það er mætti. Það er svo gott að löga þetta smót. Já. Þetta er Nafli, Við mætum alltaf fyrstur á einhversveið Síðastur út andaði framan í mig. Nei, hvað? Andaði framan í mig. Nei, það er ekki Það er nefnilega, það verður að fá sér hans í gær. Já, ég hef verið að hitta konurnar eins og ég segi. Já. Hitta konurnar Ertu að hitta ykkur núna? Nei Hitta konur, hitta ykkur núna? Það var staffat, það var staffapartí á leikskólum Já, var ekki bara fínt? Jú, bara fínt, maður bara rólur Það er kaldir og síðan bara heim Förum aðeins í þessa treyju sem var því. það er Burnley Og síðan er Guðmundsson aftan á Það Guðmundsson aftan á. Sjö Að því nefnilega það er náttúrulega City Burnley Burnley City City Burnley. City Burnley, hann er á Etihad Eina skitt sem ég farið á Turfmoor Það var á Burnley City Ég ætla að sína aðeins hérna. Já, þetta. Sést það? Hjá mig var að fyrir lið. Já, nummer 8 Og þetta er retro treyja sem Gróta gerði fyrir mig. Hún gerði þessa treyju fyrir mig. Já. Gróta. Þetta er flott treyja. Já. Herðu, strákar. Já. Reisa fréttir. Já, Búm. þetta er rosalt Þetta eru rosalega fréttir klukkan 10 á laugardagsmorgni. Já, spesi tímasetning. Mjög Einhvern veginn hérna, veist, það er náttúrulega bara blaman að fundur í gær höfum og bara potterinn þar og bara potterinn brattur segja bara hérna Brattur, hann bara grínast. Já Hann bara fíblast. Já, þess vegna er þetta mjög spes. Þetta komið síðan á laugardagsmótni. Það er eitthvað gesti í gærkvöldi. Hann hefur kannski heyrt að naflanum og ætlaði hann að finna hann downtown. Fá sér aðeins. Það er eitthvað gest. Þetta er rosalega. Já, ég menn, þetta er mjög spes tímasetning. Oftast er þetta bara einhverju þriðjudögum klukkan 3 sem menn eru reknir, sko. Jú. Ekki á laugardagsmótnum. En þeir kom allan með statementi núna. Þeir hafa vantilega tekið hann að funda eftir blaðamannafundin í gær. En árangur Vestam náttúrulega, þeir eru náttúrulega búin að vera ömulegir og ég er búin að vera að hamra á því hérna á fleiri stöðum. Vel gert, Hammers. Já, Hammers. Ég er búin að vera hamra á því hérna á fleiri stöðum að þeir sé bara að fara endi í neðstu 4 sætunum eða hvernig þetta lið einhvern veginn er uppsett og hvernig þeir eru að spila. Það er ekkert í gangi þeirra spilamarka, ekki neitt. Nei. Þannig að eitthvað eru þeir að gera og ég er mikill pottir maður og tala neitt svo harðasti á landinu á sínum tíma. Já, þegar hann var með Brighton. Já, og ég vildi alltaf fá hann í United. Já, það var bara umræða. Já, en það var bara gerðan flottan hluti Brighton. Það var ekki alltaf öðruvísi uppbyggt lið heldur en Vestam. Já. Og enda Vestam lið, sko, Guð blessi þann sem tekur þar við þeim staðinu núna, en það þarf eitthvað alvöru karakter í það. Tommy Þóróts er ekki að vera að taka Vestam, ég get lofa því, sko. Nei, hann Tommy Steindors. Ég rugglaði þessu allir saman. Það eru harðir gæjar, sko. Nei, Tommy Steindors, hann er Vestam. ég held að sé sáttur. Já, Tommy Steindors er náttúrulega ekki vaknaður Hann er að horfa, held ég. Ég held bara að hann sé að horfa. Hann er ekki vaknaður Hann veit ekki að því að búið reyka potturinn Óskar Rapp Þorvaldsson, okkar maður í KR. Já. Hann er mikill Vestamaður. Það er spurning hvernig þetta fer í hann fyrir stórleik dagsins. Já, þetta gæti komið Ég held að þetta peppa hann við. Já, gæti komið honum úr jafnvægi Nafli, þú ert með ákveðna skoðun á því hver á að vera næsti þjálfari. Já, ég Vestam. Það sem mér þætti svona lógist fyrir Vestam maður er bara að ræsa út Óli Gunnar Solskjær Heyrðu, þetta er bara brilliant take. Þú veist, everybody loves him, skilur þetta er svona mikið svona feel good það sem Vestam vantar núna er eitthvað svona feel good þjálfara spila bara góðan, einfalda bolta náttúrulega counter attacking genius gæi, sko, og bara Solskjær er bara brilliant fyrir Vestam Þetta sé bara eitthvað Vestam take Nei. Já, það var að reka frá B-Siktas og Solskjær er ekkert maður að koma inn á miðju tímabili það gengur svona. Áhverju ekki? Hann hefur gert það áður. Ég vil sjá Big Sam bara dæsari. Já, Big Sam. Ég vilja að halda sér uppi. Hvað ætlar að fara að spila eitthvað óflott á fótbolta með Solskjær með þessa leik? Counter attacking fótbolta. Já, nei, ég held að ég myndi það þarf að taka einhvern reynslu mikinn mann í þetta núna því að liðið er bara þannig uppsett. Heyrðu, eitt örstutt fyrir alla þá sem subscribe núna. Er þetta ekki rétt hjá mig stráka bullish? Alla þá sem subscribe núna það er einn heppinn 200 eurur á hann í ammo. Wow. 200 eurur á hann í ammo. Ég sé mitt, sko, síðan þú veist ef við tökum aðeins tjattið, Ágúst Marel lofa á naflan, síðan Baldur Haralds hann býður góðan daginn. Já, það er einfalt. Herðu, Maggi Tóka er mjög þunnur
gott að kveikja á Hjamma hann tók PlayStation tölu síðast hann tók PlayStation tölu síðast Búin að vera fullu síðan Búin að vera fullu í PlayStation-tölunni síðan Slavan Bilic líklegastu til að taka við Vestam Hvað það, í 17. skiptið? Já, það er svakalegt ef hann kemur aftur og núna Spirito Santo segja hérna líka Já, taka hann ekki Jó, ég veit það ekki sant en svo Gary O'Neill Vinni Wolves og Bournemouth hann gerði fína hluti með Bournemouth svo gekk ekkert upp Santo gerði náttúrulega frábæra hluti með Forrest og hann er heitur en Nuno er ekkert hvað að spila eitthvað flottan bolta með Nuno eitthvað sóknumbolta það fannst þeir að vera að gera það með Forrest nei, ég meina þeir þurfa ekki að spila sóknumbolt þeir bara halda sér uppi næsti þjálfari sem er líklegastu til að fara Unai Emery Já, Aston Villa heimaleikum helgin á móti held ég Fulham Herrera, nummer 2 líklegast til að fara Er ekki Aston Villa Fulham? Ég meina ef Aston Villa tapar þeim leik þá er hann bara farin En Rúben er þannig líka Tækir Potter í United? Nei, ekki núna Hlutabriðin bara Nei, þau eru bara búin Ég ætla ekki að kaupa í díkót núna Ég gerði það á sínum tíma Þú varst einn af þeim Nei, en ég myndi ekki gera það núna En hérna þetta er bara Rúben er hann ekki að fara að vinna næstu 2 leiki Oliver Glasner er komin í umræðana líka sá ég þetta núna Af hverju er Óli Gunnar ekki á þessi skjali? Nei, hann er ekki skjali en býtu, Oliver Glasner myndi ekki vera step down fyrir Oliver Glasner að fara Crystal Palace í Vestam Crystal Palace í Vestam? Jú, ég minna okkur að þeirra fara í Vestam og Crystal Palace Förðulega umræða, en við sjáum til við fáum að kannski en auðvitað er Vestam aðeins stærri klúbbur með meiri sögu en ég minna eins staðin núna fer ekkert úr Crystal Palace í Vestam Össi spyrir fyrir hvað með þá sem skræpuðu fyrir fyrsta strím það er aldrei að vita en við gerum eitthvað bara líka Já, það er allir subscribers inn í þessu þetta er ekkert eitthvað bara nýr þetta er allir subscribers það eru allir í pottinum Já, geggja maður, vá Herðu, þetta er rosalegt Graham Potter farinn frá Vestam þetta byrjar rosalega þessi þáttur á lögati við byggumst ekki við þessu Nei, ég veit ekki það, ég vaknaði í morgun það var ekki fyrsta sem ég hugsaði herru, Graham Potter fara ekki í dag ég man bara ekki eftir ég þarf bara að komast að því hvernig síðast maður var rekinn á lögati eða sundi eða lögati allan lögati fyrir hátæri Herru, besti stöðu telgarnar Já, vitu, það séu þetta 2,07 2,07 mátti Brentford þetta er lélegast að Brentford er búin að missa byrja að missa Ivan Toney á sínum tíma svo missaði Mbuemo Það er vondur búin að jafna svo Ivan Toney Já, en samt sem áður, þú veist, þá koma Mbuemo og Vitsa í staðinn, þeir eru farnir báðir líka þeir missa markmannin sinn, þeir missa besta miðjumannin sinn, þeir missa þjálfaran sinn það veist, ef United vinnur ekki þennan leik fyrir mér er þetta bara gefins stöðul 2,07 gefins, þetta er gjöf Getum við séð eitt bara, örstuðstrákar Getum við séð hvað er United yfir eða semst vinnu fyrirháleik Byrjaru með fyrirháleiksbettin Þetta er bara sama material í hverju Mike Ég held að sé ekki eitt búið að ganga hjá hann Þetta er ekki hægt það er að fara að setja kort Ég ætla bara að sjá þetta Og hvað, United er yfir í háleik? Já, United bara vinnu fyrirháleik Já, bara yfir í háleik Má sjá Það er hérna Það er 2,61 Settu freka þá bara á Færðu freka bara United vinna leikinn og hérna þegar við allir löndum þessi ekki í setna áleik Já, ég var einmitt hjá mig var einmitt í áðan var hann eitthvað að segja þú veist fara á -2 eða eitthvað svona það verður bara aldrei við erum að fara að Ég er á því að United vinnir að leik með 3 mörkum Nei, það eina sem skiptir máli fyrir hátegi í dag hjá United er bara að vinna fokk í leikinn og United er ekki bara að gera fallega við erum bara að fara þarna taka stíðin 3, þakka fyrir okkur og bara heim sko Vá, því líka eldra Já, þetta er bara við erum bara að mæta þetta með sverð og skjöld og við erum að hóra að berjast þú veist, við bara vinna leik ekki alveg vinna með 2-3 mörkum líka Nei, það verður ekki þannig Nei, ég veit ekki, ég veit að Brentford heikjar reyndar jafntefli við Chelsea Já, býtast, Púlis Media Erum við að segja okkur eitthvað? Nafli kannski laga bara mækina þess aðeins neða Já, laga mækina þess, já Sýndist að vera að benda eitthvað á hana Það er fyrsta skiptið sem hann er í sjónvarp og podcasti Já, ég vil Bara stækka en síðan síðast Þetta er bara, eins og ég segi þetta er byrjunlegum varum vantilega þetta inn í þessu leik Já, þau eru blára að fara þetta inn Það verður gaman að sjá hvort það kom innan kúna í þessu leik Já, við ætlum að kíkja á eitt hérna og sjá það núna á skjánum Ég ætla líka að segja ykkur hérna ég held, er þetta ekki farið? Kjammi, er ekki farið hérna Menn geta prófað En það er hérna kóðin Hjammi og þá eru 20 eurur Fyrir 100 fyrstu 100 fyrstu Ég trúi ekki að sé búið strax þá þurfum ný byrjaði sko. Það lítur nú að vera eitthvað eftir
Herðu, Mike Naflin Hjammi, Ég er bara með 5.25, samt er ég með flestu sko, flestu dæmin inn á seðlinum. Já, hvað, Og er ég eitthvað. Byrjum aðeins á Mike'ar. Þeir eru svo harðir. United vinnur, United yfir vinnur bara 1,5, býtu, yfir 8,5, yfir 2,5 spjöldileik. Svo kemur þetta. Þetta gekk síðast. Já. Ég ætla að beða að láta menn vita því sem eru að horfa. Svo. Eða þeir eru að spá í hvaða seltæku, veit ég með lægsta stöðun þarna. En síðustu helgi, þá Já, menn einblín oft á hann Mike segir sem í textundum og Sörens fær mig alltaf á vestu tímum vikunar þegar hann passar að sé engin leikur til að veða og ég þarf að fara að finna sko Norður Kóru sko deildina sko en þegar ég fæ frið og tíma og nóga leikjur fram mig eins og í síðasta þætti hjá með ykkur þá var ég með Betbuilder og United Chelsea og hvernig fór það? Jú, 100% sko Napoli, þú ert með United bæðileg skora Manchester United to happen to score first. Já, þess að United skora fyrsta markið. Já. Og Bruno Fernandes leikmaður skorar í ég er alltaf að tönglast á þessu. Loyalty betið er að sjálfsögðu United vinni og Bruno skori. Ég ætla aftur að segja aðeins með minn. Þetta er með Manchester United vinnuleikin. Það er klárt. Yfir 0,5 mörk í hálfleik fyrir hálfleik. Og Brian Mbeumo, hann setur fyrsta markið. Það setur fyrsta markið. Hann er líka með 11 í stuð. Mbeumo er potþitt að fara að skora í þessu leik það getur vel verið en svo er eitt í þessu, svo fekk ég einmitt smá í hausinn að Brentford er búin að skora fyrsta marki í öllum sínum leikum og byggarnum líka þeir skora fyrsta marki í öllum leikum þeir er vel drillaðir nema í dag einhvern tíma það linna mun eitthvað af þessu dett og jafnvel allt já, það er náttúrulega dettur ekki neitt ef United tapar þessu þeir tapar sig og það alveg harður á því já, það er bara má ekki gerast við erum nú að fara í landið í fyrramóli við erum að fara við getum fylgst með okkur á Instagram og þú verður svolítið á Insta núna þú verður að vera tilbúin við því ég er alveg klár og ég bara er að fara að velja fatnað við erum að fara á Oasis tónleika ég og Mækar og þú ert að vera svolítið klættur svona í síðum frakka einhvern veginn og svo kaupum við okkur bucket head úti og svona það er komið síðan frakk já, svona kápi einhvern veginn það er að sleppa boltanum í dag og horfa á hann er að leita mér síðum frakka einhvers staðinn í bæ það er rosalegt að grípa Mækarinn í okkur í bæ ég býst þetta ekki að ég sé að mæti fyrir frakka en ég get alveg lofa þig ég tek mér að lestin yfir til Manchester í leiðinni í þessari ferði ef að United vinnur ekki Brentford í dag en tek stóra fundin af hverju viltu hann sé síðu frakka þetta er ekki frakk þetta er svona kápur, svolítið svona anorakkar svona stíl svona ég er með jakkan er ekki þessi ferð með hjamma bara svo fólk viti að bara vera með hjamma þetta er ekkert nema kostnaður og vesen þetta er búið að vera mesta við erum búinir hérna 11 og þá fyrir út að tína dósir til 12 og svo var ég að spája að fara út í vatna en að veiða það selja eins fisking kannski ég bæti þetta upp í ferðinni kallið minn hann segir að kasínóða minni bæti alltaf Chelsea Brighton ef við kannski fara í Chelsea Brighton, förum í Chelsea Brighton býðum aðeins með United, hvernig það fer og annað við erum pattum að segja United vinnur við erum að segja 100% Chelsea Brighton í dag, það eru stóri leikir í dag kl. 2 og ég ætla að halda áfram að því að menn hérna er að fylgjast með það var ekki bara, það datt ekki bara ef að mér síðustölgi, heldur var Napoli með sko besta seðilum síðustölgi, hann var both team to score í öllum leikjónum hérna, að með minnir kl. 2 og ég, hálfvitin sem ég er stundum tók það ekki ég var svo pirraður, ég var pirraður fram á mánudag ángrín sko og það var bara frábært og það var both team to score í öllum leikjum inn í the end nema 0-0 Newcastle hérna Bournemouth þannig að það verða færri í þessar umferð það verða ekki svona margir leikir sem var skoraði en hann var rosalegur í 2 leikjunum það er 2 leikirnir eru svolítið naflin þannig að ég ætla að lega naflanum að eiga þessa 2 leiki aðeins að grípa fram í bara það var bóttímt að skora í öllum leikjum í senastum ferð nema í Newcastle Bournemouth og hjá mig, hvað fórst á það? Ég held að er þið 3-3 ég held að yfir 4,5 og ég jafnvel komin yfir 5,5 ég held að öll hinn 18 liðin voru ekki öll hinn 18 liðin förum við, getur ekki bara fengið þá seðli minn núna því ég er með 2 seðl, getur ekki bara séð seðli minn hérna að ég var sáttum með þetta datt síðast og ég er að horfa í sama hluta núna ég er með þetta er Newcastle Arsenal þetta er ekki leikurinn sem ég vil þessi, ég er með bæðileg skora í Chelsea Brighton en ég er aðeins meiku við City Burnley þá er ég með yfir 1,5 mörki og City það er 100% og sen er ég með bæðileg skora í Crystal Palace Liverpool og bæðileg skora í Leeds Bournemouth ég fer á þennan
Ég nenni ekki sama ruglun síðast. Nei, við viljum ekki hafa það pirrað en í Englandi. Má ég samt segja eitt við ykkur, það er ótrúlega magnað. Hversu oft eru búin að sjá leik eins og City Burnley fara síðan bara 2-1, 1-0. Þetta er allir með trippulkaftina og Holland og eitthvað, svo gengur þetta ekki upp. Burnley með miklu betri vörn miljónsinnum. Heldur en þeir voru fyrir einhverjum 2-3 En ég spyr mig þarna yfir 1,5 mark City 1,26 svo sjáu þið seðilinn minn vinni með 2, 1,54 ég myndi kalla það aðeins betra bet sko. Já, ekki var City vinnu 2-1 Já, en ég meina, þú veist, það er Burnley er ekkert að fara að skora í þessu leik Nei, ég er enda Nei, sennilega ekki, en það eru City að fara að velta yfir Nei, segjum að fara 2 því ef þetta á að ganga þú veist, þá verða það að skora 2 hjá okkur báðum er það ekki betra að taka það sem ég er með mínus 1,5 og þá gætu við fengið að seðil upp í 6 En ég nefnilega, sko, þú veist, ég tapa aldrei að miklu peningum í neinu vikum eins og á laugardögum kl. 2 Það er bara þannig, eiginlega á laugardögum en það er endur aðeins að breytast núna til að byrjaði með ykkur Ég er aðeins búin að kenna mér á þetta En málega það, þessna tók ég þetta bara svona í 2 leikina Ég tók þetta bara Þetta er fýtt stöðl, bara fyrir 3 leiki og þetta eru betri liðin bara að vinna og sittum þeim Ég flækti þetta ekkert eitthvað marki fyrra áleik að skora fyrsta marki, þú ert meiri því Ég finn þetta ekki einu sinni sko. Nei, ég er rosa mikið í þessu að skora fyrsta marki Svona þessi tveir Stort komment þarna, frábært að fá svona þátt fyrirpart á laugardegi About time Hjörvar Hafliðarsson Vaknaður, örgulega búinn í ræktinni Já, ég heyrði Jörgur Már, hann er búinn í ræktinni og hérna, hann hélt að mækarinn væri það líka en það var eitthvað, það var því miður það var ekki það Ég er ekki guðvinni, sko, ég bara fer beint í tæk Herðu, Örstu, Chelsea, Brighton, spá Ég var með þetta á selunum, bara Chelsea vinni Ég skítrætti vinna leik, en mér setja góða stuðull á heimaðalli En Palmer ekki með og Chelsea get ekki neitt En Brighton bara ekki verið góður Ef ég verið að spá fyrir árið sér, þá er ég aldrei spá Chelsea sér En núna, þeir vinna, en það verið hark Nafli? Já, þetta fyrir svona 2-1 fyrir Chelsea vinnur alltaf annar leik Ég ætla að segja 1-2 Brighton Við förum við það eftir, ég tek tippið eftir Ég held að þetta verði erfiðar leikur fyrir Chelsea heldur en menn halda Byrjanleginu komin inn hjá Manchester United Brentford Manchester United og sko, ég let ChatGPT strákar þið með það Ég spurði ChatGPT ótrúlega ítalega spurninga það hvernig þessi leikur eða hver myndi fá spjald í honum og hver myndi skora fyrsta markið og sjáu þetta er magnað likeliest to see a card Nathan Collins first goal scorer shout Brian Mbeumo en Brentford are netted first in the last 6 þeir eru búin að skora fyrsta markið í bara síðust 6 leikjum en mér finnst að vera þetta er helviti freistandi þú varst búin að setja Mbeumo áður en áður eins og þetta og hann byrjar að sjálfsögðu það er Kunja byrjar og þessi Nathan Collins ég myndi þeir sem er að fylgjast með ég myndi alltaf setja spjald á hann í þessum leik ég held að það sé gott bett Sjáum að sliði Sjáum liðin Hvað, ég skil ekki að hanga á sem bæjan dýr í markinu ég bara hann er eðlilegt samt hann gerir það er unnu síðasta leik hann er ekkert að fara úr þessu marki það er Kuna komin inn Mbeumo, Sesko, Bruno Dalot, Maguire náttúrulega í vörninni Ugarte á miðjunni líka, ég er ekki hrifin að því Nei, þú veist, þetta er bara bakverðinir í þú veist, og Ugarte De Ligt er búin að vera mjög góður, hann var bara besti maður á móti Chelsea Já, ég nefnilega virkilega góður bara De Ligt og Maguire saman eru frábærir það er ekkert upp á það að gera það er bara sama leikkerfið og ég fatt ekki þetta Ugarte dæmið þarna en kannski mér er ánægli banni í þessu leik en hvað setur það ekki Kobi Manu inn á? Hann treysti bara ekki honum og Bruno saman og þetta lítur ekki vel út með hann mun reyna að fara í janúar það er að segja að hann verður ekki farið inn þjálfarinn Strákar líkur á Benjamin Sesko settir fyrsta markið, settir ínum Já, það er eiginlega bara nöðsulegt en ég segi að segja lenga líkur það hann er alltaf að skora Seskoin Já Ok það er ekki maður í þessu Brentford-liði Jordan Henderson og Damsgaard og Colm Keller ég verði að viðurkenna, ég þekki 3 Jú, þú þekki Kevin Shea þarna, þjóðverðan snjalla ég er ekki svona djúpur í þessu svo þið United á bara að vinna þetta lið þeir eru með Jordan Henderson á miðunni 2025 bara grín þetta verður geggjað en eins og ég segi, þetta verður ekki fallegt -2 Þetta var ljótu sigur en einu sem skiptir máli að við setjum við erum bara þetta í annað til 3. sætið og eftir ég verð bara að fá aðri spila við vinnum enn leik hvor er Harry Fetupróstu hjá með að Luke Shaw
Það stendur tæft Það er rosalegt komment. Áður en við tökum hlustandinn, við getum takið eitt leik í viðbóðstrákar. Já, allan að það Crystal Palace Liverpool, þetta leikur maður. Getið fengið samt bara korrekt skor á United, Brentford United, Mækari? Ég segi 0-2. 0-2? 1-2, United. Ok. Crystal Palace Liverpool, þetta er bananið. Já, þetta er náttúrulega við sem að mættist í góðgerðarskildunum. Þetta er einu taplausu liðin í deildinni. Það er 18 lið búin að tapa. Það er 2 ekki. Crystal Palace og Liverpool. En svolítið jafntefli með Palace. Og þetta verður, ég segi bara, þú veist, ef að Liverpool vinnur þennan leik, þá er ég skítræddur að þeir vinni bara þess að deild með einhvern 15-20 stigum, sko. Þú veist, þá er þeir bara búin að vinna mjög erfið útileiki, vinna á alla. Þeir þurfa að sleipa alla en í jafntefli í dag. En svo er Chelsea heima næst. Þú veist, ég get ekki unni alla leiki. Ef ég vinna alla leiki, þá bara vinna þér mótið í febrúar. Já. Þannig að ég er skítræddur. Ég held alltaf að Liverpool vinni. Þeir eru með besta lið. Crystal Palace tapaði sem deildarleik 16. apríl. Já, en það er seldi komið tíma á það í dag. En mikið rétt vona ég ekki. Ég vona alveg Crystal Palace. 16. apríl? Og það er líka 5-0 á móti Núkastúl. Já, og líka þegar við aðtóða það, þeir eru búin að spila við flest bestu liðin í deildina á þessum tíma. Já. Sko, byrjar ekki í Ísaki núna? Jú, það hlýtur að vera fyrst ekki tekið fekk þetta gáfulega röðaspjöld. Jú, hann byrjar en svo er spurning hvort að besti leikmaður sóknarmaður Liverpool Chiesa byrji. Já. Fyrir Gagbo. Ég myndi halda Chiesa byrji? Ég meina hvað Chiesa er ekki hjammi þarna sko. Chiesa er besti sóknarmaður sem Ítalir eiga þegar hann er í standi og ég meina hann er frábær leikmaður. Þetta var besti leikmaður EM 2021 Chiesa sko. En finnst hann samt vera svona einhvern veginn hann er bara ná fyrir surplus requirement eins og Breitin sér. Við erum að fá símtal frá Tælandi og að tjekka á honum. Já, takk. Er það Sonu Magatóka? Herðu þið Sonu Magatóka sennilega? Það er eitthvað smá tæknastrjökur. Höldum aðeins áfram. Ég Chiesa, þú veist, hann var besti leikmaður EM 2021 þegar Ítalíu verða Evrópumeistarar og hann er bara ná fyrir styrk, hann er bara 27 ára, hann bara meiddist illa. Ég hef tækið hann í Manchester United á morgun ef ég geti, minnst þetta frábær leikmaður. Hann er hraður, hann leggur sér fram. Ég kemi verulega óvart ef að slottarinn setur hann ekki liðið í dag eftir þess að framistöðu í deildabikarnum. Já, áhugavert. Nafli? Já, ég... Þú fyrir að Salir ekki búin að geta neitt heldur en hann fyrir náttúrulega aldrei á bekkin. Nei. En Chiesa á bara skilja að fara í lið. Já, einhvern veginn endar þessi leikur ekki, Mike svolítið að selja mér X-ið á hennar leik. Endar þetta ekki bara hvernig seldi ég það? 2-2. Þú ert búin að vera að gjamma það. Ég segi þetta bara 2-2. Ég held að Liverpool vinna hennar leik. Það er 6-0. Já. Bara, þú veist, 6 leikir 0-0. Já. Já, vonandi ekki. Nei. Ég meina, já, en spá. Já. Mækari? 1-2. 2-2. Ég vil segja 1-0 Crystal Palace. Ég fyrir mig það eftir. Tökum eitt leiki viðbót áður, tökum Síman, er það ekki? Herðu, við varum að vinna Síman, 8-3-4, 64-12. Já. Hringið inn, keppiðu mig, rosalega velun. Já, einmitt, herru, áður að gera það ég ætla að sýna ykkur það líka hvað ég gerði þessu leik þetta sá klóki heiti þessi býtu ég var að gæta ég skildi þetta ekki sko 8-3-4, 60-12, keppiðu mig í 10 leiki með ennska boltan að tippa en sjáu þetta undir 2,5 mörg í seinni hálfleik yfir 0,5 Crystal Palace skori í fyrri hálfleik þið skori bara mark, það getur verið yfir 7,5 hotspinna, alltaf var að gera yfir 2,5 spjöld, alltaf var að gerast 4,33 þetta er svo klóki ég myndi ekki alltaf þennan segil mér líst ekkert á hann þeir náttúrulega eru svo skeptískir þetta er ekkert vitlu seðir ég meina það er ólíklegt að koma meir en 2 mörk í seinna áleik og ef Crystal Palace skora finnst mér líklegri gera það í fyrra áleik mér finnst þessi bara Liverpool endir stundu oft alltaf þestaklega í fyrra náttúrulega hann enda mjög oft undir og ég meina, það er alltaf að koma yfir 7 hotni menn en að spila fótbolta. Mér finnst þessi bara, það er eitthvað við hennan sem er, og undir 2,5 þú ert eiginlega bara rólegur í setna áleik. Já. Þú veist, það komið 2 mörg. Samt ef þú ert að setja svona seðla, þá ert eiginlega að henda svona 2-3.000 eurum á hverjum laugardegi á seðla, þú getur búið til að henda alveg svona, sko. Já, við erum bara að hugsa, við erum bara að klókt, þetta er sá klóki. Þú kallar þennan sá klóki. Já, sá klóki. Er það ok? Naflið þú séð 22. Já. Sorry, við erum í smá tæknilegu vesni með Síman Við þurfum að leysa þannig að fyrstur til að senda 1x2 á alla leikina í SMS-i og þarf að skilja nafn með hann er fyrstur í pottin, það er bara þannig Fyrstur til að senda 1x2 bara semst röðin á leikjunum í dag bara 1x eða 2 og hvað líka? Nafnið sitt, fullt nafn og það þarf að vera eftir fotmábröðinni
Eftir fótmóbröðinni, já takk, eftir fótmóbröðinni, já. Og það þá Brentford Manchester United fyrst og svo væntanlega síðasti leikurinn, það hann á mánudeinum. Everton Vestam, já. Ok, það klárt, menn setja þetta inn í SMS og bara fyrstur inn til að senda, það ekki? Geggjað. Herru, tökum við ekki líka bara að gefum einhverju, fyrst það svona fokk, þá gefum við einhverju líka sem sendir SMS bara kannski 100 €. Já, bara þann fyrsta sem sendir. Nei, hann fær að keppa við mig og svo einhver líka fær 100 €. Já, næst, nummer 2. Já, við erum í gjafastuði. Já, það er nú eiginlega gjafastuð að keppa við þig. Já, við erum alveg róli með þetta, sko. Herðu, ég var að sjá samt, fyrst að við fáum ekki hringingu inn, ég var þá að sjá hvernig síðasti fór. 4-1? Nei, 4-1, já, þetta var já, við síðan þetta hérna þetta gerðist á síðan þið voru jafnir fyrir sunnundaginn. Já, það var svoleiðis. Þetta gerist í hvað, United-leiknum? Nei, hann var að löga þetta. Nei, herðu, Arsenal jafnar. Það er Arsenal jafnar og hann var með X og ég var með 2. Já, múin sjá það fyrir. Núna er nefnilega, þú byrjaði vel en núna er rekordið. Ég fekk helviti hörð skilabóð frá þér þegar þetta gerist. Ég tapaði fyrir honum Sævari, Þór Gunnlaugsssyni. Já, kongurinn. En hérna, já. Það kallast þetta ekki svona beginning-slökk. Að ég hef unnið fyrstu 2. Já, ég held það nefnilega. En ég þarf samt að tippa, strákar, ég þarf samt að tippa. Er ykkur SMS að detta inn? Vægast sagt. Já, það er ykkur SMS. Það er ykkur að horfa, það er gott. Herðu, ég ætla að fara yfir leikinu östu, strákar, og þið getur þá bara gagnrýnt og tekið þetta með mér. Er þið tilbúin í þetta? Já, ég ekki bara vera með síman á móti og kalla upp það sem hinn sem er að keppa við segir. Herðu, það er reyndar, já, náttúrulega verðum við vita hvað hinn er að tippa á. Já, ég skal þylja það upp. Já. Svo er ekki alla leikin eins. Látum mig Já, hann gera það bara, Búlis gera það bara. Förum við að Leeds Bournemouth, það er að rigna inn síminu, hann er byrjað að lagga þessu mikið í gangi hérna. Já, ok. Tökum Leeds Bournemouth, síðan tökum við tippið. Leeds Bournemouth. Þetta er leikur, strákar. Þetta er pjúrista leikur. Þetta er pjúrista leikur og ég verð að viðurkenna með ræterinn í golfi í gangi, með KR Skagan, með Liverpool og City. Það er svona ég er ekki að vera að kaupa með 5. sjónvarpi til að horfa á Leeds Bournemouth, sko. Ég verð að viðurkenna það, sko. En pjúrista leikur, sammála því. Og það verða fullt af mönnum sem horfa á þetta. Já, mikið að Leeds og Bournemouth er skemmtilegasta liðið í deildinni. Já, sýndveðin ekki gefin. Já, þetta er bara alvöru leikur og Bournemouth er ekkert að fara auðvelda með þetta. Ég held að þetta verður óvæntur 2-1 sigur Leeds. Já. Leeds vinni 2-1. Já, bara óvænt. Já, er það samt eitthvað svo óvænt? Já. Leeds er með svakalega heimavöll. Hvað, Bournemouth ekki bara búið að tapa þér Liverpool í vinstumferð? Jú, ég held að Leeds hafi ekki tapað á heimavölli 1 ár. Nei. Endalega segja ég, þeir vinni. Jú, ég meina Bournemouth þeir búið að vera eitt bara skemmtilegast lið deildar. Já. En þetta verður alvöru leikur og Bournemouth fór til Tottenham, vann Tottenham 1-0. Það er bara, þú veist, það var stórt. Já, þeir áttu að vinna 5-0, sko. Já, en ég meina það var stórt. Já, þeir eru bara, þetta er both team to score leikur. Both team to score. Og Leeds vinnur þetta 2-1. Sammála því að þetta sé both team to score en Bournemouth er að fara að vinna en leik. Það er svoleiðis. Síðasta tap, Leeds að heimaðalli var í febrúar mútið Millwall í FA-byggarn. Já, var það. Já, og heimaðalli. Já, heimaðalli, í febrúar. Og nú kemur næsta tap Leeds að heimaðalli. Nei, ég held ekki. Þetta verður mjög, og svo líka er þetta að fara bara beint á exið, menn gera það ekki oft en það væri mögulega þessu leik, bara beint á exið. Það voru jafntefli slíkt af þessu leik. Þú er jafntefli, ég segi Leeds, hann segir Bournemouth. Já, þetta er rosalega jafntefli slíkt af þessu leik. Ekki farið einnig viðbátt áður við tökum SMS-in og það er United Burnley klukkan 2. City Burnley klukkan 2. Ekki vera uppnefn okkur. Er að uppnefn okkur. Já, eins og þú segir, ég meina þetta gæti alveg verið allt í einu bara 1-1. En miða við hvernig City er bara að spila í undanförnum leikjum með við svona einhvern veginn gredduna í mínu manni Guardiola þessa dagana. Þetta er náttúrulega aldrei 1-1. Þú varst að segja það, þú veist að þetta getur farið 1-0, já, 1-0, þú veist það var ekki 1-1 eins og 1-0. Já. City gefur oft mörk á heimavelli. Oft kærulausur á heimavelli tilbaka þegar þeir eru mikið að halda í boltan. En bara með hvernig Haaland Foden er að koma inn í þetta, annað þá held ég að þetta sé öruggast í 3-0 leikur helgarinnar. Við klárum að leika árið fyrir miðdagsvakar. Ég segi 3-0 City og ég er eiginlega pottiður að fara 3-0. Fyrir fantasíspilara, hvað eru Haaland með mörg? Hann setur 1 og víti. Það er svona ekta samt fantasíspilara búin að trippulkáttir hann í þessu leik og svo verður 1 og víti. Fyrir út á 58. Gæti alveg gerst, því hann er eitthvað búin að vera aðeins tæpur. Já, ég held að City er að fara að vinna hennar leik, það segir sér sjálft. Það er ekkert við því að bæta. Það er bara svoleiðis. Já, ég meina hvernig?
2-0 Nei, ég með hérna, jú, ég þorði ekki að setja potið og skóra þennan leik. Þetta er 2-3-0 Maður hefði haldið að nafli væri harðar í Burnley-drauginni. Já með Guðmundsson aftan á en hérna, hann farin þið er að beða mig að vera faglegir það geta snýst ekkert hvað mér og mín Nei, við vorum ekki að beða það Nei, það er bara, þú veist, Burnley er búin að byrja tímabili vel en þetta er ekki leikur sem horfi í en ég minni ykkur á að City hefur slippað í svona leikjum inn á milli Það er bara svolítið málið á heima á móti liðin sem er að pakka saman Þetta verður 85-90 á móti 10-15 í possession, sko En það er ekkit víst að fara eitthvað 6-0 eins og margir eru að halda Nei, ég held þetta fari 3-0 Með 3 City minni fantasy og eitthvað Já, herðu, ég var að fara í tippið Já, fyrir mig tippið, ég er með makkarinn á mótið Og með makkarinn á mótinu, þá byrjum við Brentford, Manchester United 2 Ég ætla að segja þetta, það er Viktor Nói Magnússon Viktor Nói Magnússon er svo heppni Viktor Og hann segir 2 á fyrsta leikin Ok, láttu hann koma með fyrsta Chelsea Brighton X Já, ég ætla að fara United var 2 á okkur báða Já, ég sé Chelsea Brighton 2 Crystal Palace Liverpool X Ég fyrir í 1 Leeds Bournemouth 2 X Manchester City Burnley 1 Nottingham Forest Sunderland 1 Já, ég fyrir í 1 Tottenham Wolves 1 Morgundagurinn 1 Nei, morgundagurinn 1, hvaða leikur? Ég er að fylgja þessu Það var allt á hraðu Nei, ég er að því það er ekki skráð liði Morgundagurinn, það er heimasigur á morgundaginu Það er heimasigur Hvað er á morgun? Hjammi Ég er að segja, Aston Villa Fulham Það er 1, ég er búin að segja það sinum Ég ætla að segja X Newcastle Arsenal 2 Já, ég ætla að segja 1 á Newcastle? Já Rísa leikur Já, Everton West Ham Það eru þetta leikuleikina Það er leikuleikina Og hann segir 2 Já, þarna fer ég Viktor Nói Magnússon segir að West Ham sé að taka þannig Nei, ég segi Everton tekur þetta Þjálfaralausi West Ham, þeir tappa þessu Þetta getur verið krúsíða leikurinn Já, þetta fer straight down to the wire Crystal Palace og varst með 2 Brighton Ég held að vera búin að tapa þessu áðurinn dagurinn í dag Fyrri hálfleik Sjammi hann verið búin að tapa Við ætlum að fara nefnilega Ég ætla að fara með Sævar Þór Guðn Láksson sem vann með síðast Ég ætla að fara með hann í boltamannin og finna Antonum treyju Geðvikt Við ætlum að setja á Insta og hann fara bara að velja sér treyju Vá, það er þvílík snið Það er eiginlega bara svo geggja líka að fá að eða smá tíma með þeim öðlingi Já, og líka ef einhverju kunnugu staðáttum í boltamaðurinn þá var það Sævar Það var það Sævar Við erum ekki hættir, að nóg eftir Já. Við vorum staddir í vorum búin með City er 2 leikur líka Nottingham Forest Sunderland Það er síðdeis leikur 16:30, það er enda fýll leikur 16:30 Já, hvað segir Mike við því? Þú lítur að horfa á þennan Nei, ég tek hansmenn í Háká Já, það er úrslita leikur lengju deildarinnar og tjattið er mikið búið að spyrja út í þetta Hjami, hvernig fer sá leikur? Keflavík Háká Já Ég er náttúrulega rosalega tengsl í Keflavík Já Konan er Keflavík og all fjölskyldan þau voru að tjá mér í gær í mat Fekk konan að vera með líka konan líka í mat? Já, hún fekk að vera þarna rosalegu leikur og það var allir þvílíkt stress Mættu þetta með Keflavíkur húi? Já, þú veist, einn með Keflavík Ég ætla að segja Keflavík 2-1 Keflavík 2-1, það er stuð 2,3 á Keflavík vinnulegu Ég heldur að þetta gerist í venjulega leiktíma Sko, það er eitthvað sem segir mér samt að það verði jafntefli og vító en ég ætla að segja samt Keflavík takit á 2-1 Ég held nefnilega sko, það verður vesen fyrir Keflavík ef þið farið með hákáðingunni í vító af því að eins og frækt er þá fór háká með vestra upp í kalana í byggarnum og endaði í vítaspyrnu keppni Nú, hvernig voru það? Já, þú veist, við vestri Hann ekki vestri það? Hvað vesen fyrir Keflavík? Nei, bara því þeir eru með reynslu hákáðingunni eru búin að gera þetta eins og náður og er rauninni ef við tökum þetta líka þannig þá er svona hákáðingunni það næsta sem hefur komið stað byggarmeistarunum Nú er ég alveg Já, framarar Já, framarar fóru líka með en svona hákáðingarnir eru svolítið svona stóri sigurverðinir í byggarnum eftir allt saman Já, ég er sammála Hjama, ég held að Keflavík vinni leik 2-1 En hvað fáu stöðulega á Dagur Orri skori, maður svo það 2,7 á Dagur Orri skori í venjulegtíma Ég myndi alltaf fara það Frekari Ljúbisic Nei, Ég tók síðustu helgi
Já, líka hrósamir, ekki bara að negla mig niður hérna. Ég tók síðust helgi fyrir leikina 2 sem voru klukkan 2 síðasta sunnudag, Keflavík, Njarðvík og hitt HK Þróttur að Dagur Orri og Stefán Ljúbens myndi skora. Tók það saman. Já. Það var 9 stöður. Það var 9. Já. Og það þetta ríkala vel gert. En þegar þeir fengu ópen aukaspyrnu og hann hamraði hann í vinkilin hins fekk náttúrulega bara skora á víti á 4. mínútu, það var heldur þægilegt. Ljúbens hafði allan leikinn. Svo sett hann í vinkilin þarna og þessu ópen aukaspyrnu. Það var mækarinn verið heima. Já, ég viðurkenni það. Ég var helvíti glær. Ég lét að hljópa þessum golf. Já, þetta góð líka sko. Þannig að ég alveg viss sem að Ljúbens skorar í dag. Keflavík vinnurinn að leik, ég ætla að spá Keflavík, ég trúi ekki fyrir að teka á því að fólki með húðurnar hérna í matabóðinni hörgær, þau eru upplifað það annaður í röð að tapa sama leiknum á Laugardalsvelli. Það er svo ekki alltaf að vera með þess að Keflavík eitt á bakinu en maður verður að taka því. Þetta verður leikur sem ég horfa á og ég verður að viðurkenna það að þú veist, ég hefði tekið sko Bournemouth leikinn aðeins og náttúrulega Sunderland svolítið mittli en nei, ég þarf að Bournemouth? Nei, Nottingham fór Sunderland. Nei, Bournemouth Leeds ef hann hefur 16-30 og ég sagði en Nottingham fór Sunderland ég ætla bara Sunderland tapar ekki svo leik. Já, bara því líka dagur sem þetta verður á Laugardalsvelli. Það er nú einu sem áfram fótbolti við erum alveg nú sko Nottingham fór Sunderland og þú ert komin í Laugardalsvelli. Hann er ennþá, við erum hvað eftir Laugardalsvelli. Við verðum að fara núna í Nottingham fór Sunderland. Ég held að Nottingham Forest vinna ekki hennar leik. En þetta er ekki. Mér Sunderland bara flottir á móti Aston Villa. Póstu Kóklú sé bara komin í vesen strax. Þetta er X2. X2? Vá. 4,79 á Sunderland. Já. Ég er ekki svo fórið sé eitthvað frábæri sko. Og ekki að spila í Evrópa á 5. Það er eitthvað sem þeir kunni ekki. En þessi hann að gaur hann, Igor Jesus. Já, hann er búin að enda Woodard út í liðinu. Hann er góð. Spurning hvort ekki að spila 2 saman frammi. Já, eitt stór og eitt lítill. Það er ekkert lítill. Það klikkar ekki. En Forrest þarf að fara að gera eitthvað en Sunderland með mjög góða byrjun og ég heldur haldið því áfram og náðu í allavega neðatiflísleik. Já, ég er ekki sammála. Ég held að Forrest tekur þetta 2-3-1. 2-3-1. Þetta söndilegi miklu betra heldur en að menn áttu að sjá. Þeir eru búin að fá mjög mikið að leikmönnum sem maður bara þekkir ekkert. Nei. Þetta verður hörkuleikur 16-30 geggjaði tími yfir hennar leik. En svo er það stóri leikurinn. Það er stóri leikurinn Tottenham Hotspur Wolves. Þetta er alveg leikir. Þetta hafa verið alveg leikir í gennum tíðina. Sko, það var einn hennar með gott komment á hann. Það er enda dotti út inn á skjánum hjá mér. Hann sagði sko, er þetta ekki ekta leikur að, þú veist, Wolves er ekki búin að vinna einhverju 6 leikjum í röð. Þetta verður 0-1 Wolves eins og Tottenham Bournemouth. Já. Jú. Er þetta ekki ekta svona? Jú, en bara Wolves eru bara það lélegir. Já, ég veit það. En við brendir Tottenham menn, við erum alltaf stressað. Já, við þurfum að taka stóra fundin á morgun í London. Já, þá tökum við bara leikun. Þá sleppum við tónleikunum og förum beint á White Hart Lane eða Tottenham Stadium. Sko, þetta er ef Tottenham vinnur þennan leik sem ég held er að geri. Ég gerði seðalánleik. Já, Sjáman og hann þessi er helviti góður. Það er fyrir hálfleikur. Þeir eru svo gammaldar síðan sko. Þeir mér að klára þetta. Undir 1,5 fyrir hálfleikur fjöldi marka. Bara Já, ekki 2 mörk fyrir hálfleik. Nei. Yfir 0,5 annar hálfleikur Tottenham mörk. Richarlison Lægjabúli Richarlison leikmaður skorar í venjulega leiktíma. Hann er búin að ganga rosalega vel á búti Wolves. Svakalega vel. Skoraði síðasta leik. Undir 5,5 spjöldi leik. Wolves er bara býð eftir að Pereira verið rekin. Þeir eru ekkert að nefna tækla. Nei, þetta er bara en ég held að það gangi og en ég sé alveg fyrir mér að Tottenham koma krafti inn að leik og þessi seðil degi strax að því fyrir áleik. Já, verið 2-0 í. Já, verið 2-0 í áleik bara til 10 mínútur. Þetta verið ennið 2-0 eftir 10 mínútur, eins sjálf sem er bæði. Það er því svakað. Það er vont fyrir Tottenham verður bara að vinna hann leik og þetta er skemmtilega kvöldleikur. Þessi leikur, þú ætlaðir að hafa hann á morgun eða ekki? Jú, það var ætlunin og við færum hann. Já. En þeir færðu hann á Laugardalskvöld. Já, þannig að það er eins og þær. Ég er reyndar að skemmta ársháttið hann á sama tíma þannig að ég tek fyrir áleikinn og í lið. Mæti reyður út þegar Richarlison er búin að setja döð. Já, maður verður ekki kátur. Þetta verður hérna Tottenham Wolves. Hvernig fer hann? Ég segi bara 3-0 líka. 3-0? Já, ég held að þetta verður Tottenham verður bara flottir í dag. Já. Þeir eru búin að hanga þetta tíma fyrir utan að Bournemouth leik. Tottenham er búin að hanga vinna fyrsta leikinn hérna í Champions League. Þú veist, það var ekki fallegt, þeir eru unnan. Þeir hanga í toppliðunum á Englandi, fyrir utan kannski er það svolítið eftir Liverpool náttúrulega. Þeir eru ekki bara öðru til 3. sæti eða eitthvað. Já, 3. Já,
eru ennþá í Karmelu Cup unnu þar unnu Doncaster flott á Doncaster, geggjaði sigur það veit ekki allir Doncaster 2025 sko. Og þannig að þeir svona hanga í byrjun tímabils og nú september að vera búinn og þeir eru ennþá inn í þessu sem ekki oft þannig að, og ef við vinn í dag þá endaði sennilega í öðru sæti bara fyrir næstu umferð þannig að ég bara sigur í dag og þetta ekki bara frábært tímabil en þeir einhvern veginn svona hafa náðu þessu fyrir utan Bournemouth-leikinn og þeir með ekki tap í dag því þá verður þetta bara eitthvað disaster þetta tímabil. Já, það er bara hrikalegt. Ekki úrlóðin með 0 stig? Já, nafli. Ég held að þetta verður tími sem úrlóðnir sækja sinn ekki fyrsta sigur, stig og þetta enda jafntefli. Svo er ég búin að vera hrósa United 11-30 leiknum segja að vinni jafnvel með meirum -2 og eitthvað þú verði að Tottenham ná ekki að vinna. Þetta er akkurat, ég ætla að taka þetta Wolves eða jafntefli þarna það er gott að ég nóga penning og launaði eitthvað á leikskólanum já, það er alltaf að vera semja í nýja kjarasamninga þetta er rosalegt ég held því miður að Wolves sem eru skorað 3 mörk fengi 12 á sig nei, þetta er bara algjör skandallur Tottenham með vinningin ég held bara að ef að vera hrokkafullir þetta verður bara 3-4-0 en ég ekki ekta Tottenham einhvern veginn að mistiða sér þannig já, það er líka það var ekta bóti Bournemouth því Bournemouth er bara ekkert með lélæra lið sko. en þarna, jú, það er það en Thomas Frank er bara ekki svona gauð sem er að mistiða svo oft nei, og ekki tvisa sem mistiða 6 umfyrun sammála því hann kaupir sér bara nýja skói en alltaf að mistiða sig sko. hann er ekki þannig típa eins og við alltaf í óstórum einhvern veginn það er Aston Villa Fulham sunnudagsleikurinn klukkan 1 ég var að segja að þetta er bara fínn leikur þannig erum við kannski dóttir á þetta á hótel tökum kannski kaldan við þessum ég hef búin að skipulegja það það varstu búin að skipulegja við erum búin að skipulegja allt ég sagði hann að þetta nú að vera eitthvað farastjórn í þessari ferð ég hef svolítið áhyggjur af mækarónum í þessari ferð hann er ekkit vanur að ferðast mikið erlendis þannig ég geti þurft að halda svolítið í hendina þér sína hvert á að fara ég fer bara erlendis mest til að 2 ára fresti þannig að þetta bara verður gaman að taka þetta á hótelinu Aston Villa Fulham og já, þetta Aston Villa liður þeir verða bara að vinna hennar leik og ég held að ég er búin að segja þetta reynda 2-3 núna held ég að þeir vinni 3-1 nú koma þeir voru svo 1 mark í 5 leikjum svo unnu þeir það ekki 1 mark í 5 leikjum þeir unnu Bologna og það var að gaggrina leikmenn eins og Morgan Rodgers og þjálfarinn gaggrinan ofberlega þetta er bara leik og Ollie Watkins hann er bara með 10 stig í fantasy eftir 5 umferð hann er framherri og það þorir enginn að selja mennur alltaf að býða eftir hann dett inn já, það er bara ágætt ég hef reyndar ekki verið með hann en sem er ótrúlegt sko. en ég er með Rodgers og hann hefur ekki skilin neitt meiru en ég gerir kröfu á það, ég er ennþá með hann og ég gerir kröfu á það að hann fær að skila einhverju morgun og Aston Villa vinnur þennan leik þeir verða bara að vinna en vilja er vinna fyrir þjálfara vilja er halda þessu þjálfara áfram svo veit maður það aldrei þessi leikmenn er svo rugglegar í dag munið að subscribe 200 € og 1 heppin subscriber í lok þáttar nafli þessi leikur já ég er svona er þetta ekki leikur sem Jadon litli Sanchez mætti og borga tilbaka Sancho ekki já og ég held að hann sé bara setja hann og vilja vinnur það borgar mestalega bara puls og kókandi í sjoppinu sko. er hann að fara að gera eitthvað er þetta ekki bara búið á honum er þetta ekki bara ennið hann og Garnaccio enda saman atvinnuleysi ég er ekki sem segir mér það að Jadon Sancho þetta er nú kannski leikur til að gera það ég er að segja það þetta er líka leikur til að setja kannski inn í liðið því að þeir hafa ekki verið góður og það þarf eitthvað að gerast ég sá gott viðtal við Wayne Rooney sem að gamli skólinn þarna við ferðina, það við séð það ég sé svona klippur úr geðu þetta og það er hann að tala um það að skipta engu máli hvernig hann þótt að hann og Ferguson hefur verið að kasta skóm í hvora aðra og hann hataði Ferguson og bla 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 á tímabili sem að var og bara þeir töluðust ekki við að hann fór alltaf hann á vörlin og gaf 200% þegar hann var ekki að spila fyrir þjálfar hann spilaði fyrir allt annað, en í dag er þetta bara ekki svona ég veit það þess vegna ég skalli þetta aumingja þetta er bara aumingja og þess vegna segi ég og vilja hafa stjóran áfram Aston Villa leikmennir eftir lélega byrjun og bla 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 byrja að gaggrina og þessi gæri Aston Villa ef þeir vilja fá stjóran út þá munur ekki nenn að leggja sig fram þeir vitir fá útborga og það er eitthvað sem við vitum ekki sko en eitt hérna var þetta er ekki Wayne Rooney stölan á Aston Villa Fulham Wayne Rooney kemur nú bara einu sinni á ævi sko leikmann sem kemur bara 100 ára fresti nafli, frestaðin 3.43 á Fulham
Nei, það ekki, ég var að segja Aston Villa er að vinna hennar leik. Já, það freistar ekkit þetta að Fúlan geti stólið þessu. Nei, Villa ég held að Villa sé fyrir að taka. Man að hella í sig í vélinni með hjá morgun, það var svona 800 € á hana leik. Þannig ég ætla að bíða bara. Ég ætla að bíða þannig á morgun, sjá hvað hérna, við fyrum á hotnin og spjótin og fyrri hálfleikin. Þetta er ekki það spennandi leikur þegar maður mættur út og aðeins í því. Þetta er ekki það spennandi leikur. Skulum ekki setja neitt á þennan leik, sko. Það er svo skemmtilegur, ég vil bara sjá hvernig liðin að spila, sko. Þetta er ekki þannig leikur, sko. Kristján Ingi verið á að gera það nafli, ég held að naflin hafi gott að fá sér smá epladjús. Nei, hvað? Hvað varst þetta, 4-5 í nótt eða? Nei, kom inn, alls ekki. Komstu beint hingað á djaminu? Nei, ég var til 2. Komstu 2, já. Menn að skjóta að það. Já, það er gaman. Ég segja það, það er gaman að því. Er Mike í sweatshoot? Átak. Við ekki vel út? Já, þetta lítur vel út. Það lítur bara út eins og þetta sé svona sweatshoot. Já. Þetta er bara eins og þegar ég var í Luton-treynu og eins og ég var í leðri. Það er stakka mataræði í gegn, það er alltaf annað að sjá. Já, við byrjum þarna á sundaginn. Byrjum í London á sundaginn, tökum mataræði í gegn. Kóngurinn er að horfa, Danny Poker. Nei, Daniel Már, hann setur bara eld, kóngurinn. Beint frá Danmörku. Já. Litla veislan, Páll Snædal Andrason, ný subscriber. Þetta er alltaf gerast 200 € fyrir alla, eða þú veist, einn heppin subscriber sem það er bara allir sem hafa subscribað. Já. Það er ekkert eitthvað nýr, það er bara allir sem er bara allir, þú er búin að segja cirka 100 sem Já, ég vil bara fá sér flesta inn ég vil bara fá sér flest inn Stráka, stóri leikurinn Newcastle Arsenal. Þetta er leikur. Getum við hort á þennan eða? Já, sko, eins og ég er búin að planiðu. Ég segi herra farastjóri. Já, við þurfum að vera mættir á Wembley. Þessi leikur er 3:30. Við þurfum að vera mættir á Wembley klukkan 6. Það var ekki fyrr. Nei. Og það græjast alveg. Þú verður að vera þá klár með pöppin hjá rétt hjá Wembley. Mækari, þú ert að færast með Hjammi Travel. Já, Hjammi Travel. Ég fór nefnilega einu sinni á úrslitaleikin í meistaradeildinni. Ég fór reyndar ekki á leikin 2011. Barcelona Manchester United. Því ég vissi, þetta er eiginlega eina skiptið í veröldunum sem ég var 100% að hvernig leikurinn færi. Ég vissi að Barcelona myndi vinna leik og ætlaði ekki að eða 300 krónum í einn miða. Og þá ætlaði ég bara að taka leikin einhvers staðar á einhverju pub hjá Wembley. Þetta er mjög góð hugmynd. Þetta er Wembley, þetta er London. Tökum bara leikin einhvers staðar á einhverju pub. Það var ekki fræðilur. Nei. En það trúlega því að var sáleikur. Það mátti ekki sína leikin í einhverju bara langri fjarlæð frá Wembley. En það var náttúrulega þessi sami leikur. Nú er að fara tónleika og það er kannski, tónleikan tengjast kannski ekki mikið að sem Newcastle. En ég held við tökum þetta bara samt downtown og förum síðan upp bara í rólegheitunum. Vel gýraðar með tökum eitt lítinn spíka með okkur að spila Oasis lög á leiðinu og hvað verður við búin að taka inn í bettunum hérna á þessum 2 leikjum Aston Villa Fulham það er líka bara vel verið að selja það er einhvers að segja við þurfum að selja miðan okkar það er að fara 800 € á hinn þá var aldrei út í 2 stöður á þennan það er 400 kall Newcastle Arsenal stráka þetta er nafnlega bara örstutt og rennir gegnum þetta Arsenal er að fara að vinna leik ég held að þannig er bara staðan þeir eru að fara að vinna leik þetta var ekki fallegt, eitthvað svona þannig dæmi þeir fá ekki einu hotspinnu og skorur úr henni svoleiðis klassík en já, Arsenal er vinna leik Þú sér ekkit að Newcastle geti byttið frá sér? Nei, ekki sko, jú, þetta verður alveg hörku leikur skilur en þetta er þeir munu vinna allir Viktor Einar skor ekki bara Já, þetta Sören sér ekki sammála þessu hann sagði mig í gæra ef að naflinn verður eitthvað rálum það að Arsenal var að vinna en leik þú ert ekki að hlusta á þetta bulli við erum aldrei að fara að tapa þessum leik þetta er leikur sem Newcastle má ekki tapa Ég hitti Sigga Sören hérna á föstudaginn og hann var að segja með það sko að hvað var það, leikur það var Newcastle Bradford 4-1 Já, Walt meitir kemur inn á eða eitthvað það var að tala um hvað var góður í vegspilinu Já, mig líka Vistu, ég hef aldrei vitað þetta voru rökirna sem þetta var eitthvað besti leikmaður Ég hef aldrei séð svona þríhyrninga það tók svona 16 þríhyrninga og þeir gengu allir upp Veitu hvenær hitti ég hann? Ég hitt hann á 50 leikur hefur á miðvikudaginn hann tók einhverja 10 mínútur og tók smá fund það fyrstu 10 mínútur fór einmitt í þetta vegspil Ég hef aldrei séð svona vegspil Ég spil ekki að verða ekki bratt og hvað skoraði hans leik? Skoraði reyndar ekki neitt? Nei, en hann var rosalegur í þriðjum Þannig að ef hann tekur vegspili mikið í þessu leik þá var Arsenal mögulega í vandræðum en auðvitað er þetta mjög mikilvæg leikur ef að Liverpool eru búið að vinna í dag ég meina þá bara deildin er bara að spilast þannig Arsenal verður bara að vinna alla leiki til að séns og Newcastle hefur ekki byrjað sérstaklega vel það var bara byrjað eiginlega illa samt ekkert verið eitthvað lélir
en bara þeir hafa verið í smá erfiðleikum en þá var reynda þríhyrningaspili kannski ekki alveg komið inn Svo eru mættur á chattu og segja bara fakt Þannig að þetta verður alvöru leikur sko Þetta verður rosalega með hörku vörn, Gordon að koma inn aftur, hann náttúrulega komin inn í eftir leikbann, þríhyrningaspili frammi þú veist, þegar Langa, hann á eftir að gera meira fyrir þá hann skuldar þeir eru með, eins og Sören segir, bestu miðju í Evrópu þeir megi ekki tapast leiknum, ég held að Newcastle tapa ekki svo leik ég held að þetta sé X Sjáu líka ef það sem Púlis sín okkur það hefur aldrei verið bæðilið hafa ekkert verið að skora Þetta er öndesleikur og X ég held að undir 2,5 mörg og X, þetta verður 0-0 eða 1-1 farið neðar, maður sjá það farið neðar síðast þegar bæðilið skoru var 2018 þannig þessi leikur er að fara enda 0-1 Arsenal Já, þetta verður svakalegt Akkur ekki 1-0 Newcastle, mikil skemmtilega það er ekki að spyrja hvað mér finnst skemmtilegt spyrja hvernig þetta fer Hver skorar? Svíinn Viktor Einar Ég hef enga trúið Útivellum Ég held að Ese byrja að skora í þessu leik og ég held að Langa jafni það fyrir 1-1 Sjáum hérna 2,4 á Viktor Einar skori í Epic Sub líka en ef það fyrir út af og sá sem kemur inn á skorar þá detti bettið Er 3,2 á Saka skori mér það er enda heldur gott það vantar Þetta útilettir er ekkit frábært Ekta hann að setja í vítin Hann tekur ekki vítin Nei, það er náttúrulega Það hefur verið háir stöðlar og alla skori í þessu leik. Það er ekki döðvöld að skora útivöldum á Newcastle. Newcastle með hörku vörn og... Þannig að þetta verður bara alveg leikur. Það er Martinelli, 4 í London. Já, það verður nú eitthvað. Þeir þurfa ekki að setja úti. Þurfa ekki að setja úti og horfa á hann leik. Það verður mikil vinnahaður í dag fyrir þessa ásatíð kvöld. Það er litla kröfur með að setja úti. Ég held sér Sunshine í London á morgun. Já, er það? Það held ég. Það getur náð smá lit. Nei, þú eru farið eitthvað lit. Ég næði kannski smá lit. Hjörtu Hjartar segir 0-0 leikur verður hundleðlur ég er svolítið rættur en svo getur bara vel verið að alla flóðgáttur opnist ég meina bæði þessi lið verða að vinna leik það þýr ekki að spila på hvað jafntefli Sören segir líka Bettis í gult á Joe Linton og Newcastle sigur það er enda klúkt og Newcastle sigur kíkjum á það, þið voru með ég verður með segja ég er enda með að bæði lið skori ég viðkynna það ég líka hotspunur og 1 skot á markið 4 í stöðul hjá mér tók þetta nú eitthvað hálfsofandi þetta er nú alltaf læsandi því ég held að Arsenal ná í jafntefli mér er þetta gott í nafnlunum to take the first corner já þetta er skemmtilegt, ég var að leika mér aðeins ekki að Newcastle fóði fyrstu hotspununa þið eru aðeins dýpri í þessu heldur en ég sko ég veit ekki hvað maður finnur svona sko ég er gaman að þessu og Viktor Einar skjóta markið og Gordon skjóta markið þetta er náttúrulega bara með eitt algjörð 50-50 bet ef það dettur strax bara til 2 mínútur þá er þetta bara 50 cents þetta er rosalegt sko herðu, förum í loka leikinn rétt ára fyrir að draga út úr subscriberum okkur öllum first subscribers, það voru nú helviti margir sem hún landi bent á vagnin hérna bara strax í byrjun það var ekkit vesen Viktor Rúnas vinnu minn, hann var bara strax mættur og fleiri sko Falur Orri segir, veit ekki hvort þið er að spáði því núna hver eru meistar í íslenska körboltanum það eru ekki hvað segir maður? Ég meina Öddi Blöndal vinnur þetta ekki þetta niður þeir eru bara búin að kaupa þessi titil og ekki búin að spila fyrsta leik en þessi Evrópukefni það, maður geti farið í bakið það ég meina úrslitakefni byrjar í mars-apríl naflin á vellinum og þeir þurfa ekki endi fyrsta seti í deildinni þeim er spáð það, sangat fyrirlegin ég vona bara, ég held að Tindastóll vinni en ég vona að ég hafi ránt fyrir mér Strákar, Everton Vestham Potter engin Potter, hver er að fara það er náttúrulega erfiðast að rýna í þennan leik það tekur ekki við fyrir þennan leik sko við vitum ekki þetta skilur við það tekur ekki við þeim á sunnudegi og stýrir þeim á mánudegi ég er bara sammála öðrum hvorum ykkar en ég manni hvort sagði það en Everton vinnu hennar leik þú varst að teipa Everton vinnu bara hennar leik ég er sammála því þetta er mánudagsleikur hjammi trúlega aðeins lítill upp í sófa eftir erfitt flug já, það er þetta rétt, við erum helviti þreyttir þetta eftir langa helgi og 1-7-4 ég held sér bara eðlilegt þú veist, Everton eru bara búin að vera mjög flottir það er erfitt að skora þá, Grealish sem frábær nú kemur Betoin í fantasliðinni á Mike nú stígur hann upp kallinn, gerir 2 Þú ert ennþá með hann? Ég er ennþá með hann Já,
Það nóga rusli til að reyna að selja í hverju umferð sko. Hann ennþá, hann hangir í hóp. Hann í liðinu hjá mér sko. Ég ætla að segja ef að Núno... Ég var ekki að skora í þessu leik. Ef að Núno Espirito Santo verið komin... Ef að Núno verið orðin þjálfari Vestam. Espirito Santo. Er verið að segja hann tækir það? Já, það er verið að tala um það. Það verði orðin þjálfari Vestam áðurinn leikur fyrir. Og ef að hann verið mættur þá fá þeir alltaf nú manager bounce og ég nefnilega mesti sko, það er ekki harðari nú manager bounce maður en ég Everton vinnur hennar leik það er ekkit frábær stöðu öll en ég meina hvað, þú lappar ekkit út í banka eða það fær 74% ávöxtun sko 74 Hvað segir Fabrizio? Já, Fabrizio, hann bara að tala um þetta hann segir þetta sé bara klart Já, first training session today þeir hafa greinlega klárað þetta bara í gærkvöldi. Hvað voru þeir að senda hann samt á hann fund þarna? Ég veit ekki, ég var hann á honum. Ég þekki þetta. Hann var á honum. Það var gandast bara og skemmtilegt. Já, Núno, við erum að fá þetta bara núna. Núno sé að fara að taka við þessu. Núno hefur bara sagt, heyrðu, hann kemur bara á morgun eða ég er með eitthvað tilbúið annar staðar. Já, þeir hljóta, það var eitthvað að vera með rekið pottin að því að Núno var klár. Já. Og eins og ég segi, ég er mikill nú manager bounce maður. Vestavinnur. Ég skal taka persónulegt bett við að Vestam vinnur ekki hennar leik. Það er rosalegt maður. Þeir vinna ekki hennar leik. Nei, ég get ekki henni þetta. Hann er ekkert að fara að koma með sín áhrif á leikin á liði strax. Jú, það er ofta eitthvað sem gerist þegar kemur nýr inn og svona. Já, þetta verður skemmtilega leikur á mándan, líka ljós þessa og ég bara Everton, mér finnst það bara lítið vel út. Þetta er svakalegt strákar. Hjörtur samla mér, Vestam tekur leikinn. Já, rétt. Þetta er geggjað, ef við ekki að draga einn heppin út eða þið gerir það, ég verðum ekki að draga þetta við erum ekki með neitt lista. Úr hver ætlar að draga? Við erum búin að draga þessu. Erum búin að draga? Bara þú kólar þetta inn. Ef þú klár, þá... Klár? Ertu klár? Já. Hver er svo fyrsti sem vinnur í subscribes leiknum okkar? Erum við ákomum að taka þetta alla leið þar sem við gátum ekki gáðum síman í dag, þá ákomum við að gefa 2 hefnum. 2? Vel gert. Það 2 hefnir sem við takit í dag. Síðan höldum við bara áfram í næstu viku. Ok. Erum við klárir í þetta? Já. Þetta er rosa, er ekki 200 €? Ja, 200 €. Já. Nei! Já. Valþór Ingi Einarsson og Hafþór Karlsson. Gera þetta aftur næstu ekki. Er ekki konur að horfa á hana þáttu? Jú, fullt af. Herðu, 4. nóvember, þá var eitt sem settir þetta ekki spenntur 4. nóvember, þá var fútbolmanager að koma út. Já. Þannig að það verður veislan. Það er snilt. Taka jólin í fútbolmanager, það er ekkert jólalega en að vera í fútbolmanager. Ég veit, ég er mikill manager gætt. Þurfum við ekki að gefa koppi í einhvern mann? Jú, ef við ekki að gefa koppi á fútbolmanager einhvern mann. Bara í nóvember, er það ekki? Er að hjá minn eitthvað, einfaldur, tvöfaldur, þrefaldur? Já, ég er svolítið hræddur að þetta verði, ég hef eftir að slátra núna þessum tippleik. Já, ég er svolítið hræddur að það. Ég er eftir að vinna. Ég held að hræddur að slátra honum. Nei, vinnan. Já, vinnan. Greiði kallinn. Takk fyrir það. Vel peppaður fyrir helginu. Valþór Ingi Einarsson, Hafþór Karlsson til hamingju, allir þeir sem horfðu til hamingju, strákar til hamingju. Takk. Og við sjáum ykkur, ég sé ykkur ekki næsta laugardag. Þú sér mig bara í fyrramál og þetta pikka mig upp. Ég sé þig, en þú ætti að pikka mig upp. Og ég að pikka þig? Fyrir mig það eftir. Herru, þú ert ekki næst? Nei, ég er ekki næst, ég verð í Króti. Já. Hvað heldur það sé bara þetta á frí svona bara? Þetta var lungu ákveðin áður en þátturinn var ákveðin. Já, alltaf eitthvað. En við verðum samt í beinni, það kemur bara staðgengill. Já, það verður þáttur. Það er alveg klart. Við mækjum að gamla skólum, við förum ekki, stöndum alltaf okkur. En hann verður ekki nálægt í afgöður ég. Nei, hann fer í þitt jobb hérna naflinn og stjórna þættunum og við finnum eitthvað góðan hérna sem að nei, nefnir ekki afgóðar en það er þátturinn skýrur eftir þér. Nafli.net Nafli.net næsta lögadag. Sýtt hvað maður að búa til. Nafli.net, það er geggjað það. Ég er að búa til eitthvað hérna sko. Þetta er geggjað. Takk strákar og ég sé þig í fyrramálið. Já, bara